Komið blessuð og sæl, við heilsum ykkur héðan að sunnan. Það hefði auðvitað verið miklu meira við hæfi að ég væri í rauðum indverskum silkikjól, en þar sem við erum í ævintýraferð á Sólheimasandi, þá tókum við gallann fram yfir. En við erum sem sagt akkurat núna stödd á einhverjum skrítnasta áfangastað útlendra ferðamanna á Íslandi. Við viljum að skoða hann betur á eftir. Við ætlum líka að heimsækja Sigfús Kristinsson, húsasmið á Selfossi og skella okkur á kóravingu hjá Kvennakór Hornafjarðar. Þegar ekið eftir Austurvegi á Selfossi ekki annað hægt en að dást að gömlu húsi sem að hýsir nú blómabúð, sælkeraverslun og fischersetur. Sá sem á heiðurinn af þeim endurbótum sem gerðar hafa verið á húsinu Sigfús Kristinsson húsasmiður, sem á reyndar heiðurinn af fjölmörgum húsum í bænum. Sigfús flutti ársgamall á Bankaveginn í hús sem að faðir hans var þá nýbúinn að byggja og síðan hefur Selfoss verið hans staður. Já, alveg síðan. Og lærði smíði hjá föður mínum. Það var Sveinsbrón 1950 og ég hef verið í smíðin alla tíð síðan í tæp 70 ár. Það var allt nokkuð. Það langur tími. Já. Enda skilst okkur að þú eigir nú næstu því annarkvort hús hérna á Selfossi? Jú, við skulum ekki tala það. Jú, já, svo mikið hérna, dagað uppi hjá manni. Maður verið svo lánsamur eins og bankastjóri sagði við mig, þú fórst aldrei að kaupa bréf í fyrirtækjum eða bönkum. Þú eignast frekar fasteign. Hún stóð fyrir sínu. Og hér erum við stödd í einu af þínum húsum. Já. Hvernig kom það til þín? Ég var að byggja vöruhúsi fyrir Kaupfélag Árnesinga rétt fyrir 1990. Oddur Sigurbjörnsson, kaupfélagsstjóri, sagðist ég vilja sjá eigana Timburhjall hérna, gamla bankann, og sagði þú ert rétti maðurinn til þess að eignast bankann. Þú voru eigan bara. Og ég keypti hann á Kaupfélaginu og fór svo undan mig við að setja hann í stand. Man fannst svolítið leiðilegt í ráði fyrir með þessi virðulegu gömlu timburhús sem höfðu sögu og sjarma, hvernig þau létu undan fyrir steinsteypuhúsunum sem hann fannst ekkert varð í. Með gömlu timburhúsin höfðu líf og sál. Og ertu enn þeirra skoðunar að þau hafi meiri sál? Mikið meira, þau hafa sál og góðir andar og fólk sem fylgir þeim. Hvað fylgdi þessu húsi? Já, miðlar hafa komið hingað, þeir hafa séð eldri mann hérna, það bókarinn í Búðardal. Hann fylgir húsinu og sér húsið að varvita það allt saman. Gamli bókarinn sem var í Búðardal. Þegar Bogi Sigurðsson kaupmaður flutti húsið inn sem einingarhús til Hoggi var sagt frá Noregi. Rak verslun í Búðardal. Fannstu fyrir bókarannu þegar þú varst að taka allt í gegn hérna? Já, það held ég bara. Það engin maður einn í lífinu. En heldur hann ekki bara verið nokkuð sáttur við þetta? Jú, það held ég. En þú átt það ótal mörg hús sem þú hefur reist hérna? Já, mjög mörg. Frægast nú Fjölbrautaskólinn, byggði hann. Það voru 3 útboð á Fjölbrautaskólanum og ég var með allt sem hann byggði hann. Og líka vöruhúsi hérna fyrir Kaupfélag Árnesinga, sem Krónan í dag, og svo sjúkrahúsið á sínum tíma. Hvað þykir þér vænstum að þessu? Hérna. Þetta hús? Hérna finnst mér. Og Guðmundur bróðir segir það eftir þinn dag, þá verður gamli bankinn alveglegast sem þú skilur eftir. Eftir það gamli bankinn. Hefurðu tölu á því hvað þú ert búin að reisa mörg hús? Nei. Vilarsjóð hafði gosið í Vestmannaeyjum, þá var leitað til mín og þá var ég að byggja stóru verkstæðin austur frá fyrir Kaupfélag Árnesinga og ég tók að mér að byggja 70 grunna og lóðir og hús fyrir Vilarsjóð 70, Þorlákshöfn og Eyrarbakka og Selfossi hérna. Húsið okkar það var allt svo hlýtt, svo hljóðlátt stofa og blóm í glugga. Gleðin ríkti, þar var allt svo blítt og kolaofn sem norði í. Heima á ný.
veit að þú veltir dálítið trúmálum fyrir þér Ég geri það. og þú sagði ráðan að það væri náttúrulega engin einn. Nei, Ertu spíritisti? já, ég er það, skammast mér ekki fyrir það. Ég hef verið það alltaf. Og draumarnir eru svo skýrir hjá mér, þau eru að skilaboð sem ég fæ að handan, ýmislegt. Ef það kemur eitthvað upp hjá mér, ég er alltaf látið vita af því áður. Alltaf látið vita af því áður. Ef það kemur eitthvað upp hjá mér. Og tekurðu mark á þessu? Já, ég geri það. Jú, ég tek mark á því. Já, ég geri það. Og hefur þetta eitthvað tengst húsbyggingunum þínum eða húsónum þínum? Jú, stundum hafa gert það. Þeir gerði tilboð í eitt stórverk einu sinni. Daginn áður ég ætti að skila tilboðinu hafa mér sagt að það munar 7 milljónum á þér og næsta, það passaði allt saman. Það passaði hjá mér. Þannig að þeir þarna fyrir handan eru liðtækir í útboðum líka Jú, þeir eru það. og áætlunum er gerðir. Við erum ekki aldeilis ein í lífinu. Það er ekki þannig. Ertu enn að byggja? Já, enn að byggja. Við erum byggja þetta par og suður frá og svo við Árnes sem ég á, hérna Bankaveg 8, byggði í sumar þetta fína hús á lóðinni þarna, svona hálfgerð gestahús, öllu leyti, mjög huggulegt hús og allt saman. Og nú er ég byrjaður í kjallarann hérna, neðst niðri hérna að setja hann í stand og gera hann virkilega huggulegan. Og hvað ætlar að hafa þar? Já, það verður bara Guð og lukkar á það og kemur. Ég hef ekki þannig aðstæða því enn. En það er ótrúlega mikil spurt íbúðir hérna á Selfossi. Og mér sárnar að bara hitti konu í gær hvað þarf að borga mikið fyrir 90 fermetri íbúð, 190.000 á mánuði. Man er sárnar bara að heyra svona vitleysu. Hvernig einstæð kona með 2 börn á að borga þetta. Það skilur það bara ekki. Ertu bjartsýn á framtíðina? Ég held maður verða að vera það. Ég held maður verða að vera það. Þetta er bara frábær félagskapur og hérna ég bara held ég sé mjög heppinn að fá að vera með þessu sko, því að þetta er eintóm gleði og hamingja sko. Það er stjórnandi kvennakórs Hornafjarðar sem hefur orðið. Ég byrjaði haustið 2009 ef ég man rétt að stjórna þessum kórum. Manstu hvernig fyrsta æfingin þín var? Nei, ég man það nú ekki, hún hefur ábyggilega verið ég hef ábyggilega verið skelfingu í loftinu, ég mætti hérna fyrsta skipti að hitta allar þessar konur. En það er nú breyst. Nú hlakka ég bara til hverjar æfingar. Kvennakór Hornafjarðar fagnar 20 ára afmæli á næsta ári og þegar okkur bar að garði voru 40 konur að æfa fyrir jólatónleikana sem að verða 7. desember. Þetta er náttúrulega bara frábær ár og mikill félagskapur, ótrúlega skemmtilegt alltaf hjá okkur allt ári og við erum að fara þriðja hvert ár fyrir við til útlanda, einhverja ferð saman og svo er kvennakóramót og við höfum haldið 1 og síðan svo er þriðja árið gerum við bara eitthvað, förum eitthvað landið. Nú hlustum við á þessu hillu og sagt, ekki neikvægt því að það varst frétt, jólin kemur í kvöld. Hann nakkar sveit og akkar borg, kynjamargt veit kæti og sorg, jólin kemur í kvöld.
leggur þið fyrir? Það við æfum 2 í viku og annað skipti erum við með raddæfingar, þar sem við erum að kenna lögin og fara yfir svona atriði og síðan eru samæfingar einu sinni í viku. Og já, það er bara í rauninni lagavalsnefnd sem að velur prógrammið ásamt mér. Svo bara vinnum við því á fullum kraft og gerum eins vel og við getum og fínpúsum hlutina og á endanum erum við komið með prógram sem að við flytjum. En þessar utanlandsferðir ykkar, eru þetta þá söngferðalög eða er þetta bara partí? Já, við gerum þetta bara mjög skemmtilegt og makar koma með og við erum að fara sem sagt, að syngja á tónleikum og höfum bæði verið að syngja með öðrum tónleikum, öðrum kórum sem eru úti og við erum með svona uppákomur, bara hingað og þangað og við erum búin að vera að fara til, við hefum farið til Færeyjar, Danmerkur, Þýskaland, Ítalíu og í vor fórum við síðast til Póllands. Hvernig var þessi Póllandsferð? Hún var náttúrulega bara frábær sko og gaman að koma til Póllands og vorum hann í Kraká og fórum á skoðum mjög mikið og fengum mikla fræðslu Pólland og þar sungum við á torginu og já, bara mjög gaman. Brustuð þið þá bara svona í söng? Já. Sem í dans- og söngvamyndunum bara? Já, í rauninni líka sko. Þannig að, já, við erum með alls konar uppákomur og í öllu þessu ferðum hafa verið makarnir okkar með og þetta er bara svona uppskeru hátíðir alltaf hjá okkur. Þannig að þeir fara með og klappa? Já, einmitt, okkar stuðningsmenn. Nú veit ég að þær halda saman og eru mjög samrýmdar. Færðu að vera með alltaf? Já, ég fæ alltaf að vera með. Það er alltaf bara að tala við stelpurnar og svo fyrst afsökuðu þær sín og svo bættu alltaf við mér og Heiðar en það eru meira og minna að hætta því. Það er bara við stelpurnar og það var fínt. Þið farið í æfingabúðir? Já, við höfum svona, á hverri önn höfum við svo kallan langan laugardag. Þá förum við reynum að fara eitthvað afsíðis, eitthvað út í sveit og erum allan daginn og æfum og borðum og hlægjum og segjum brandara og það er svakalega gaman og skilar yfirleitt mjög miklu í sambandi við sönginn. Eru inntökuskilyrði? Bara geta sungið og haft gaman. Þannig að þetta er mikill ljómandi félagsskapur hérna? Já, gríðarlega góður félagsskapur. Eru þið ekki valdamiklar í bænum? Jú, ég hef ekki bara að segja það. Snjór, sandur, vélsleðar, fjórhjól og trukkar. Við erum við rætur Sólheimajökuls og þar finnum við Arkanum,
fyrirtæki sem að sérhæfi sig í að afhjúpa leyndardóma íslenskar náttúru. Jöklagöngurnar verða skoðaðar síðar því nú það fjórhjólin sem að bíða og frægasta flugvélaflak í heimi rétt innan seilingar. Ég sagði hérna í upphafi að þetta væri svona kannski einhver sérkennilegasti ákvörðunarstaður erlendra ferðamanna á Íslandi. Það engin smá náttúra sem hérna í kring sem kannski maður myndi halda að vekti nú meiri athygli. Já, hér höfum við Eyjafjallajökul, sjáum hann í góðviðri. Við erum með Sólheimajökul, við erum með Mýrdalsjökul, við erum með Kötlu, við erum með svörtu strendurnar, glæsilega sjó hérna, við sjáum til Dyrhólaeyjar akkúrat núna, Vestmannaeyja, grænur hlíðarnar hérna við fjöllin og skógana hérna. Það bara sitt lítið af öllu, myndi ég segja. En fólki sem að hér það ekki að horfa á jöklarn og ekki að horfa út í Dyrhólaey, það flugvélaflakið. Akkurat. Fólki lappar hérna 7 kílómetra til þess að sjá gamalt flugvélabrak. Akkurat. Hvaða flugvél þetta? Þetta Douglas Dakota vél sem að ameríski herinn átti. Brotlendi hérna 1973 og var að koma frá Stokksnesi hérna frá Hornafirði og var að fara með vistir og þeir voru komin hérna, flugu hérna í áttina að Keflavík, voru á leiðinni til Keflavíkur og hérna flugstjórinn hann ákvað að freista þess að nauðlenda vélinni. Hann sá að það var nokkuð slétt hérna og þetta var að vetri til. Þannig að það var það var bara snjór hérna og gekk svona rosalega vel. Hún var í hrikalega flottu standi þegar hún hérna brotlendi 1973 og það lifðu allir af. Það voru 7 manns sem voru borð, allt Bandaríkjamenn og slasaðist enginn. Þannig að þú sjáu hvernig saltið og sandfoki búin að fara með vélina en hérna þetta orðið ansi vinsæll ferðamannastaður, myndi ég segja. Ekki skrítið þið sem ferðaþjónustufyrirtæki sem að markaðssetja ferðir að horfa upp á og svo gerist eitthvað svona og það skilur enginn almennilega hvað í gangi? Já, við viljum kenna Justin Bieber þetta. Það var alveg greinilega mikil aukning af ferðamönnum sem vildu koma að kíkja hingað eftir það. Life's not easy, I'm not made out of steel. Don't forget that I'm human, don't forget that I'm real. You act like you know me, but you never will. But there's one thing that I know for sure. Og svo var það líka önnur stjarna sem frá Indlandi, Bollywood stjarna sem kom hérna og við sjáum mikið af fólki í alls konar fatnaði sem kemur hérna og endurleikur einhver atriði sem voru tekin. Þannig að konur mæta hingað í indverskum silkidressum? Já, í alls konar veðrum. Það getur verið hellirigning hérna og ískallt og allir að krókna og svo sérðu hérna glæsilega konu í eldrauðum silkikjól standandi upp á vélinni að láta taka myndir af sér. Það bara svoleiðis. En það alveg magnað að standa hér í nóvember og horfa á fólk streyma hérna niður af þessu flaki og svo frá því aftur. Hefur einhverja tölu á því hvað það eru margir sem eru búin að koma hérna í heimsókn? Því miður þá hef ég nú enga tölu á því, en þetta eru sko hverju ári, þetta eru 20.000 sem koma hérna hverju ári núna. Hvað sjáið þið fyrir ykkur með þetta? Nú þetta stórhættulegt út af umferðinni eins og hefur nú komið fram í fréttum. Hvað á að gera við þetta? Já, það góð spurning. Bara ef ég vissi það þyrfti kannski að gera kannski einhver betri bílastæði svo það væri auðveldara að leggja og keyra svo aftur upp á veginn. Það nú kannski svolítið óheppilegt en þessi þjóðvegur var hérna áður en að
ferðamannastraumurinn byrjað að koma. Þannig að það verður bara komið í ljós hvað verður um það. Veit fólk alveg ákvörðið á von, verður enginn fyrir vonbrigðum? Af því nú finnst manni kannski allavega í samanburði við jöklana og þessa rosalegu náttúru hérna, þetta sé kannski ekki svo merkilegt. Þetta er alveg stórkostlega flott myndefni og mér sýnist nú allir sem að koma hérna þeir finnst nú gaman að koma hérna og ná myndum og slíkt. Þannig að ég hef nú ekki orðið vara við einhver vonbrigði en þetta er ekki fyrir alla. Það ganga ýmsar sögur flakið. Í sumum þeirra mikið drama og í öðrum því haldið fram að enginn viti hvaðan vélin kom eða hvert hún var að fara. Dulúð gerir lífið meira spennandi og þegar Justin Bieber og Bollywood hafa svo lagt sitt í búkið kannski ekkert skrítið þó að aðdráttaraflið hafi aukist. Jú, akkurat. Þetta svona okkar ég myndi segja auka búgrein. Við erum aðalega á vélsleðum upp á jökli og svo erum við með fjórhjólaferðir hérna sem eru alveg stórkostlegar. Við förum hérna og þá ekki endilega brakið sem hérna í aðhlutverki. Það bara náttúran hérna í kringum okkar sem svona eins og hún bara aðeinsleg. Eigum við að halda áfram? Já, endilega. Hvað ætlar að sýna okkur næst? Herðu, næst ætla ég að fara með ykkur í hvalaskoðun. Hér á sandinum? Já. Leyndardómarnir eru margir og margvíslegir en stóra ráðgátan hér við sandinn og sú sem að verður að leysa snýr að öryggi vegfarenda og ferðamanna því að það ekkert sem að bendi til þess að þeir hætti að streyma til og frá vélinni.